Tindastóll var með 3 stig eftir 4 leiki og Breiðablik 10. Það voru þó heimakonur sem skoruðu fyrsta markið. Þá nýtti Birgitta Rún Finnbogadóttir sér mistök í vörn Blika og staðan orðin 1-0 eftir tæplega stundarfjórðung. Breiðablik sneri hins vegar leiknum sér í vel á 3 mínútna kafla. Birta Georgsdóttir skoraði á 27. mínútu og Berglind Björg Þorvaldsdóttir á þeirri 30. og Kópavogskonur voru 2-1 yfir í hálfleik. Þær voru svo ekki hættar. Andrea Rut Bjarnadóttir skoraði 3. mark Breiðabliks á 69. mínútu. Berglind Björg bætti við öðru marki sínu stuttu síðar og Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir gerði endanlega út leikinn þegar 2 mínútur voru eftir. Breiðablik vann 5-1. Spenna frá Önnu Rakel, hættulegu bosk á fyrsta markið komið, það Lilly. Mér sýnist að þetta var þéttur pakki, frábær hornspyrna frá Önnu Rakel Pétursdóttur og ég held að Akureyringarnir hafi Kitty góð bolti hér á mist. Hún kemur boltanum aftur fyrir, dauðafæri og mark. Hvað gerðist þarna í varnarleik Valsara? Það var svo slöknað á mannskapnum og Þórdís Elva Ágústsdóttir. Sóley Edda og Elísa Viðarsdóttir eru bakverðir, Natasja og Lilly Rut miðverðir. Hér Caroline Murray að koma upp hægra megin hjá Þrótti og leggja upp mark. Þvílík byrjun á seinni hálfleik. Kitty aftur á Þórdísi, þetta er vel spilað. Þórdís með tíma til að snúa og leggja upp og það er bakvörðurinn María Eva Eyjólfsdóttir. Já, stungusending, Margrét og síðan er það Sandra María og Sandra María er komin á blað eins og við höfum beðið eftir. Nær hér forystunni með gríðarlega mikilvægu marki fyrir Þór Káa og frábærlega afgreitt hjá Söndru Maríu. Bríet brýst hér í gegn, sendir bolta fyrir hér og það er Sonja sem bætir við öðru markinu. Þær eru að skora hér með mínútu millibili. Dauðafæri áður en að Þór Káa komst í 2-0 forystu, en hér er það Karen María með skot fyrir utan vítateig. Þessi fyrir slána og mér sýnist Gunnar Oddur vera að dæma mark og ég held að sé hárrétt hjá honum og hans félögum hér. Baráttunni hér, gerir þetta skemmtilega, Kimberly með góða gætur á henni. Alls konar tricks hér. Leggur boltan, hættulegan bolta út hér. Skot hér að marki og þessi bolti endar inni. Það er komið mark hér, Hrafnhildur Eik sem er að skora fyrir heimakonur. Minnka munin í 3-1. Með lúmsku skoti hér og við hefum ekkert fengið fleiri mörk en við fengum í fyrri hálfleik, fengum 4 mörk þá. Ekkert mark komið í þeim síðari. Það er bara á Valsvelli sem við fáum mörk. Því að Þróttarar komist yfir og hér Sandra María leikur inn á vítategin. Sandra María og komin í fínt færi. Skot hér að markinu. Sandra María með sitt annað mark. Hvað gera hér? Leggja boltan út í teig. Leikmenn FHL hreinsa. Þá er Björg að sleppa hér inn fyrir, hún er alein Björg, hefur rosalega mikinn tíma, Bríet komið núna og Björg tekin hér niður og síðan kemur Jessica. Þetta var skrítið og ég er hissa ef að það er rauðaspjaldið á Bríet Jóhannsdóttur, braut hér á fremsta leikmanni FHL. Þetta Kartovits með skotið og hún skorar örugglega fljóta far og sækja boltan. Fær samt ekkert að sækja hann. Þessi kann bara fljóta að koma hann út úr markinu. Þá Þrótti einnig, það eru 6 stig farin þar og gerði jafntefli í fyrsta leik gegn FH. Hér er Hulda Ósk með sendingu fyrir markið. Sandra María skora þrennuna sína. Hér með mark á 83. mínútu sem að klárar þennan leik. Leikur í það Muriel boltan á Öldu. Það eru núna tækifæri. Camilla Pickett að sleppa í gegn en frábær tækling hjá Emmu. Alda að koma fram yfir með stór góðu skoti, læðir boltanum þarna fram hjá Sigurbjörgu. Alda Ólafsdóttir að
þvælast fyrir hvor annari. Birta og Freyja. Gía sendir boltan inn í tegin og hér Ísfold að jafna með. Búa sér til mark úr þessu. Ólína tekur boltan vel gert. Alda sendir Muriel Tiernan í gegn. Hún ein gegn Sigurbjörgu og skorar, kemur fram yfir þvílík sena. Íleina